Það er eins og ríkisstjórnin sé nú með 40 stiga hita og óráði. Frjálslyndir hægrimenn taka undir kröfu fólksins að þessi ríkisstjórn fari strax frá völdum. Hún fari og komi aldrei aftur. Góðir áheyrendur, við þingmenn frjálslynda hægriflokksins þökkum áheyrnina. Guð geymi ykkur öll í óska ykkur góðrar nætur. Þá tekur næstu til máls hæstvirtur landbúnaðar- og samgönguráðherra Steingrímur J. Sigfússon og talar fyrir Alþýðubandalagið. Hæstvirtur forseti, góðir áheyrendur. Þið hafi nú heyrt hér í kvöld sýnishorn af málflutningi Sjálfstæðisflokksins og stjórnarandstöðunnar. Og ég verð að segja það að þó ekki kæmi annað til, held ég að þessar vantraustsumræður hafi þjónað tilgangi sínum með því að sýna í gegnum málflutning Sjálfstæðisflokksins og stjórnarandstöðunnar það einstaka hugmynda- og úrræðaleysi þeirra sem fyrir þeirra hönd hafa talað hér í kvöld. Það hefur ekki farið mikið fyrir tillögum Sjálfstæðisflokksins hér í kvöld. Og það er rétt að menn hafi það í huga að hér hafa talað fyrir Sjálfstæðisflokkinn þeir hinir sömu menn og stóðu svo gott sem á rústum íslensks atvinnulífs í fyrrahaust fyrir rétt rúmu ári. Hér talaði sá hinn sami formaður Sjálfstæðisflokksins og þá sprengdi sína eigin ríkisstjórn í tætlur. Nú þykjast þessir menn hins vegar hafa ráð undir rifi hverju. Reyndar vil ég taka það fram að ég tel að það hafi verið ein mjög sérstök undantekning á málflutningi Sjálfstæðisflokksins hér í kvöld og tvímælalaust besta ræðan sem að þeirra hálfu var flutt var ræða Halldórs Blöndals af þeim sökum að hann fór með talsverta kveðskap eftir aðra en sjálfan sig og tókst sá flutningu nokkuð vel. Og það er nefnilega þannig að þeir standa fyrir sínu, Steinn Steinarr og Jóhannes úr Kötlum. Og það er engin vafi á því og kom glöggt fram hér í kvöld að ekki geta þeir sjálfstæðismenn varið ræðutíma sínum betur en að fara með verk þeirra. Og því meira, því betra. Þá tekur til máls háttvirtur 16. þingmaður Reykvíkinga Ásgeir Hannes Eiríksson og talar af hálfu Borgaraflokksins. Gott kvöld, góðir áheyrendur. Það ætti að varða við lög að taka hefðbundna sjónvarpsdagskrá úr umferð á þennan hátt á fallegu fimmtudagskvöldi til þess að koma með pólitíska umræðu inn í stofurnar hjá fólki sem á sér einskis ills von. Það er búið að rjúfa kvöldfriðinn og heimilisfriðinum er stefnt í voða. Það má aldeilis vera brýnt tilefni sem knýr menn til þess að fara fram á umræður af þessu tagi á fallegu fimmtudagskvöldi og kalla fólk að skjánum langt fram á nótt. Það má aldeilis vera brýnt tilefni. En hvert var tilefnið? Tilefnið var að ræða vantraust á ríkisstjórnina. Og hvar er málshefjandinn? Hvar er málshefjandinn? Málshefjandinn er líklega að horfa á Stöð 2 og sannast þá betur en orð fá lýst hvað ég var að segja áðan. En það er búið að kalla úlfur úlfur og ég lýsi fullri ábyrgð á hendur mínum gamla skólafélaga Þorsteini Pálssyni. Síðastur ræðumanna í þessari síðari umferð er háttvirtur 5. þingmaður Reykvíkinga Guðmundur Ágústsson og talar einnig fyrir Borgaraflokkin. Virðulegi forseti, góðir áheyrendur. Við samstjórn ólíkra flokka er það höfuðatriði
að þeir samningar sem gerðir eru haldi. Því mun borgaraflokkurinn standa að því að tekið verður upp virðisaukaskattskerfi í stað söluskatts áramótin í einu þrepi. Við myndun núverandi ríkisstjórnar hinn 10. september síðastliðinn náðum við því miður ekki fram kröfunum 2 þrep í virðisaukaskatti, þrátt fyrir tilraunir í þá veru. Höfnuðu þáverandi ríkisstjórnarflokkar slíku fyrirkomulagi, en samkomulag var að matarverð skyldi lækka með endurgreiðslu virðisaukaskatts af frumframleiðslu þannig ígildi 2 þrepa var að ræða á helstu matvælategundir. Féllst borgaraflokkurinn á að ganga til samstarfs á þessum grunni gegn því að ríkisstjórnin lýsti jafnframt yfir að það yrði meginmarkmið hennar að lækka verð á helstu lífsnauðsynjum og tekið á hinum óheyrilega fjármagnskostnaði sem sliga heimilin og fyrirtækin í landinu. Þá er þessum umræðum lokið og verður nú gengið til atkvæða. Þá verður gengið til atkvæða. Það er óskað eftir nafnakalli og verður nú við því orðið. Komið hefur upp talan 62. Þorvaldur Garðar Kristjánsson. Já. Þórhildur Þorleifsdóttir. Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir. Nei. Alexander Stefánsson. Nei. Anna Ólafsdóttir Björnsson. Já. Árni Gunnarsson. Nei. Ásgeir Hannes Eiríksson. Nei. Birgir Ísleifur Gunnarsson. Já. Danfríður Skarphéðinsdóttir. Eggert Haugdal. Já. Egill Jónsson. Já. Eiður Guðnason. Segir nei. Eyjólfur Konráð Jónsson. Já. Friðjón Þórðarsson. Já. Friðrik Sófusson. Já. Geir Gunnarsson. Nei. Geir H. Haarde. Já. Guðmundur Ágústsson. Nei. Guðmundur Bjarnason. Nei. Guðmundur H. Garðarsson. Já. Guðmundur G. Þórarinsson. Nei. Guðni Ágústsson. Nei. Guðrún Agnarsdóttir. Já. Halldór Ásgrímsson. Nei. Halldór Blöndal. Já. Hjörleifur Guttormsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ég átti þátt í því að ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar settist á stóla 1988. Ég varð fyrir vonbrigðum með störf þeirrar stjórnar, einkum í byggðamálum. Ég greiddi atkvæði gegn því að breytt yrði ráðuneyti á síðastliðnu hausti og því olli staða mála í þeirri stjórn sem að áður satt. Samkennd mín með núverandi ríkisstjórn hefur farið minnkandi síðan vegna þess hvernig hún heldur á stórum málum og hvernig einstakir ráðherrar haga störfum sínum. Það er ekki í ríkisstjórn að mínu skapi þar sem utanríkisráðherrann vill láta hefja framkvæmdir við nýjan hernaðarflugvöll þegar öll heimsbyggðin talar afvopnun. Ég finn ekki til samkenndar með ríkisstjórn þar sem helsta nýbreytnin í atvinnumálum er að koma upp erlendu risaálveri við bæjardyr Reykjavíkur. Á afdrifaríkustum villigötum er hins vegar ríkisstjórnin í svonefndum Evrópumálum
þar sem verið að strekkja inn í evrópskt efnahagssvæði inn í fordyri Evrópubandalagsins. Það stóra mál rætt hér af einstökum ráðherrum með lítilli virðingu fyrir staðreyndum og þess utan af strákskap eins og heyra mátti í málflutningi utanríkisráðherrans. Ég hlýt að nefna það hér að sjálfur lýsti hann því yfir opinberlega í september síðastliðnum að hann teldi nauðsynlegt að leita umboðs Alþingis áður en gengið yrði til formlegra samningaviðræðna. Ég andvígur þeirri stefnu sem ríkisstjórnin markaði í gær í þessu stóra máli og tel hana ekki aðeins varhugaverða heldur hættulega. Hér í þingsalnum sitja þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Ætli þeir vilji ganga skemur en utanríkisráðherrann í að nálgast Evrópubandalagið? Nei, ætli löngunin sé ekki álíka eða kannski meiri að komast inn úr fordyrinu hjá Evrópubandalaginu. Virðulegur forseti, málstaður sá sem Alþýðubandalagið hefur lengst af staði fyrir á í vök að verjast í þessari ríkisstjórn. Það hefur hallað undan í vaxandi mæli. Aðild þess flokksins af þessari ríkisstjórn hlýtur að mínu mati að ráðast af því hvernig tiltekst á næstu mánuðum í þeim stóru málum sem stuðningsfólk Alþýðubandalagsins ber mest fyrir brjósti. Ég tel ekki rétt nú af tilefni þessarar tillögu sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur hér frumkvæði að lýsa mig frá ábyrgð á þessari ríkisstjórn. Ég mun enn sinn leitast við að styðja ráðherra flokksins í erfiðri stöðu þeirra í ríkisstjórninni. Verði breyting á þessari afstöðu minni mun það ekki fara fram hjá neinum hér á háttvirtu Alþingi. Ég segi nei. Hreggviður Jónsson. Þingmaður segir já. Ingibjörn Albertsson. Já. Jóhann Einvarðsson. Nei. Jóhanna Sigurðardóttir. Nei. Jón Bragi Bjarnason. Nei. Jón Helgason. Nei. Jón Kristjánsson. Nei. Jón Sigurðsson. Nei. Jón Sæmundur Sigurjónsson erlendis á vegum Alþingis. Júlíus Sólnes. Nei. Karl Steinar Guðnason. Nei. Karvel Pálmason. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegur forseti, þegar núverandi hæstvirt ríkisstjórn var mynduð, þá gerði ég þá grein fyrir afstöðu minni að ég var á engan hátt skuldbundinn við hana en myndi láta málefni ráða í afstöðunni til hennar og greiða atkvæði hér á Alþingi samkvæmt sannfæringu minni eins og stjórnarskrá íslenska lýðveldisins gerir ráð fyrir að háttvirtir þingmenn virði og því mun ég halda áfram. Mér ljóst að ýmislegt hefur farið úrskeiðis nú og ekki síður áður í stjórn landsins og valdi mörgum vonbrigðum og þar á meðal mér. En sú tillaga sem hér til afgreiðslu frá oddvitum Sjálfstæðisflokks, Kvennalista og frjálslyndum hægrimönnum að demba þjóðinni nú á þessum árstíma og í ljósi aðstæðna í þjóðfélaginu út í kosningar ekki bara dómgreindarleysi, heldur líka algjört ábyrgðarleysi og nánast tilræði við þjóðfélagið. Slíkt gert í tilfinningarlegu uppnámi og eigin vanmati. Það öllum ljóst að þessir aðilar hafa á engan hátt nema síður sé vitkast í baráttunni gegn þeim vanda sem sumir af þeim sjálfum hafa skapað og þjóðin á við að glíma. Í ljósi þessara staðreynda segi ég nei. Kristinn Pétursson, Kristín Einarsdóttir, Margrét Frímannsdóttir, Matthías Bjarnason, Matthías Á. Matthíasen erlendis á vegum Alþingis, Málfríður Sigurðardóttir, Ólafur G. Einarsson, Ólafur Þ. Þórðarsson, Óli Þ. Guðbjartsson, Páll Pétursson, Pálmi Jónsson, Ragnar Arnalds, Ragnhildur Helgadóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Salóme Þorkelsdóttir, Sighvatur Björgvinsson, Skúli Alexandersson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég er ekki ánægður með það hvernig tekist hefur til síðustu 14 mánuði með málefni okkar aðalatvinnuvega og landsbyggðarinnar hjá núverandi og fyrrverandi ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar. Óánægja mín er þó ekki svo mikil að ég taki undir með þeim sem telja góða lausn að fara nú út í kosningar. Að ósamþykktum fjárlögum fyrir árið 1990, ófrágengnu nýju en þó löngu ráðgerðu og samþykktu skattakerfi, virðisaukaskattinum, og í miðjum mjög mikilsverðum viðræðum framtíðar viðskiptahagsmuni okkar hjá EFTA og efnahagsbandalaginu. Ég segi nei við því ráðleysi sem upp kæmi ef þessi vantrauststillaga Sjálfstæðisflokks, Kvennalistans og Frjálslynda hægriflokksins yrði samþykkt. Ég segi nei. Stefán Guðmundsson. Nei. Stefán Valgeirsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, í trausti þess að allar upplýsingar viðræður á milli EFTA og efnahagsbandalagi Evrópu er Íslands varðar, jafnóðum og eitthvað gerist, og að tekið verði á málefnum landbúnaðarins og landsbyggðar í samræmi við gefin heit, þá segi nei. Steingrímur Hermannsson, Steingrímur J. Sigfússon, nei. Svavar Gestsson, nei. Jóhannes Geir Sigurgeirsson, nei. Þorsteinn Pálsson. Guðrún Helgadóttir segir nei. Atkvæðagreiðslan hefur farið svo að já sögðu 25, nei sögðu 36 og 2 voru fjarstaddir. Tillagan hefur því verið felld með 36 atkvæðum gegn 25. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað samkvæmt dagskrá. Fundinum er slitið. Ég kom til að blessa þér.